komið sæl, þá setjum við fundum með 601, bæjarstjórnar Hveragerðisbæjar haldin í hátíðasal grunnskólans í Hveragerði, skólamark 6, 5. daginn 12. mars 2026 klukkan 5. Og fundið sitja Sandra Sigurðardóttir, Njörður Sigurðsson, Dagný Sif Sigurbjörnsdóttir, Jóhanna Ýr Jóhannsdóttir, Thelma Rún Runólfsdóttir, Friðrik Sigurbjörnsson, Sigmar Karlsson, Pétur G. Markan og Steinunn Erla Kolbeinsdóttir sem jafnframt ritar fundagerð. Eru athugasemdir við fundaboð? Ekki eru athugasemdir, þá dembum við okkur í dagskrána. Fyrsti liður á dagskrá er fundagerð samráðshópum málefnum fatlaðs fólks frá 18. febrúar 2026. Orðið er laust fundagerðina. Ekki hversu hljós og þá byrja upp tillögum að staðfesta fundagerðina, gefur merki sem að staðfesta fundagerðina og hún er staðfest. Og þá er það liður 2 fundagerð velferðar og fræðslunefndar frá 18. febrúar. Orðið er laust fundagerðina. Og engin hversu hljós, þá byrju upp tillögum að staðfesta fundagerðina, gefur merki sem að staðfestið og hún er staðfest. Þá fyrir við í lið númer 3, fundagerð yfirkjörstjórnar frá 19. febrúar 2026. Hérna er áhugavert að sjá að við erum með handskrifaða fundagerð undir þessum lið og kannski beinum því til bæjarstjóra að skoða með stafrænar lausnir hvað þetta varðar og eins og annað, en orðið er laust þessa fundagerð. Og engin hversu hljós og þá ber ég fundagerðin undir fundi til staðfestingar, gefur merki sem staðfestið og það er staðfest samhljóða. Þá erum við komin í 4. lið fundagerð bæjarráðs frá 19. febrúar. Orðið er laust fundagerðina. Já, Sigmar, gjörðu svo vel. Já, forseti og eru bæði fulltrúar. Það er kannski bara aðeins sem ég langa að forvitnast varðandi lið 4 sem er spjallar styrk úr jöfnunarsjóði vegna verkefna til þess að bæta aðgengi fatlaðs fólks. Málið var ágætt þannig að bæjarstjóra var falið að leita samráðs varðandi hluti sem að væri hægt að bæta og hugsanlega nýta þennan styrk í. Og ég sjálfur velti þessu svolítið fyrir mér og fyrsta sem að mér datt í hug var náttúrulega aðgengi í sundlauginni. En ég gerir mig grein fyrir því að þessi styrkurinn er kannski ekki það umfangsmikill að verkefni í sundlauginni mögulega mun stærra heldur en að það rúmist innan þess. En mér langaði bara að spyrja hvort að hvað hefur komið út úr því samráði og hvort að það hefur tekist að finna ykkur verkefni þar að lútandi sem hægt var að nýta þessa styrkveitingu í. Takk fyrir þetta, Sigmar. Kannski ef ég fer lauslega yfir þetta að þá skilaði Hveragerðisbær inn umsókn um aðgengismál til Berggrunnsson sem úthlítar þessum styrk og það var aukið svigrúm, þess vegna fórum við á þá leið að auglýsa og var auglýst á heimasíðu bæjarins. Það voru skoðað þetta með sundlaugina en líkt og bæjarfulltrúi Sigmar kemur inn á að þá er það er aðeins stærra verkefni þar sem og bara mjög brýnt atriði líka að auka aðgengi að sundlauginni. Það er auðvitað ekki nóg að setja lyftu ofan í sundlaugina, það þyrfti að setja lyftu líka frá pottasvæðinu og niður. Þannig að en ég held að umsóknirnar séu ennþá opið fyrir umsóknir ef ég fer með leirti með fyrir rangt mál. En það er bara verið að fara síðan yfir umsóknir þegar það rennur út. En Pétur, viltu bæta ykkur við þetta? Já, gjörðu svo vel, Pétur. Já, forseti bæjarfulltrúar og aðrir góðir tilheyrendur. Þetta er góð umræða að fara yfir og við erum einmitt að leita núna athugasemda og eftir tillögum og við fáum örugglega eitthvað til þess að vinna úr þar og þetta er bara þetta er brýnt og gott verkefni til þess að bæta gæðin í bænum og aðgengi. Mér langar aðeins samt að koma inn á varðandi sundlaugina að þá höfum við verið að skoða það mjög ítarlega undanfarið hvernig við getum og með hvaða hætti farið í endurbætur á sundlaugin okkar. Og það er öllum ljóst að það er mjög viðamikið verkefni sem við þurfum svolítið að vera samstiga með en við höfum líka svolítið athuga að því við erum að ræða þetta í samhengi við aðgengismál
þá höfum við aðeins verið að athuga hvort það sé mögulega hægt að ná meira samstarfi við heilsustofnun og sundlaugin og þar varðandi þennan hóp og ég held að það sé tækifæri að ná því með aðeins ríkar og meira samtali. Þannig að vonandi get ég fært ykkur einhver fréttir af því núna á næstunni. En við erum að leita allra leiða til þess einmitt að auka aðgengi þessa hóp sem að nefnir einmitt að mannvirkjum eins og sundlaugin og öðru. Takk fyrir þetta, Pétur. Er einhverju fleiri sem vilja? Já, Jóhanna, gjör svo vel. Já, forseti, mér langar að ræða mál númer 10 á þessum ágæta fundi. Það er kynning á stafrænum samstarfsverkefnum. En mér langar bara að segja að það var mjög ánægilegt að fá bæði Þórdísi og Dagnýju til þess að kynna þessi samstarfsverkefni sem við eigum með sambandi íslenskra sveitarfélaga. Og það voru líka virkilega góðar umræður þessi verkefni á fundinum og bara umræður mikilvægi stafrænnar þróunar og við höfum verið bara mjög jákvæðri vegferð þar. Hveragerðisbær hefur stigið mikilvæg skref til framtíðar hvað varðar stafræna þróun og starfa nú hjá sveitarfélaginu stafrænt leiðtogi sem að leiðir þennan málaflokk og þá stefnu sem að við höfum sett okkur. En grunnur á þeirri stefnu byggist á vinnu starfsfólks sveitarfélagsins sem að sýndi mikinn áhuga á þessum stafrænu málum og sér einnig tækifærin í því hvernig við getum nýtt okkar kannski kerfi sem við erum að kaupa, tölvukerfi og annað. Þetta er auðvitað mjög viðtækur stafræn þróun eða stafræn málaflokkur snertir nánast allt sem að við kemur í stjórnsýslunni. Þannig að þetta er svo gulli tækifæri til þess að skýra og einfalda verkferla, minnka álag og færa þjónustuna nær notandanum og stýra fjármagninu betur. Þannig að ég held að sé gott að vera líka í þessu góða samtali við starfsmenni hjá sambandinu og fá það var gott að fá innsýn inn í það sem að er að gerast þar varðandi svo bara velferðarþjónustun og skólamálul og annað. Þannig að ég bara fagna þessu. Takk fyrir. Kærar þakkir fyrir þetta, Jóhanna. Eru fleiri sem vilja koma upp undir þessum lið? Ef ekki, þá legg ég fundargerðina undir fundi til staðfestingar, gefumerki sem staðfesta og það er staðfest samhljóða. Þá er það liður 5, fundargerð skipulags- og umhverfisnefndar frá 3. mars. Þar afgreiðum við sérstaklega liði númer 1, 2, 4 og 5. Undirlið 1 er innkaup á jólaskrauti á ljósastjóra og þar leggur skipulags- og umhverfisnefnd til að bæjarstjórn samþykki að kaupa jólaskrauti á ljósastjóra í samræmi við tillögu í minnisblaði garðyrkjustjóra. Orðið er laust þann lið. Engin hversu hljós, þá ber ég upp þá tillögu að bæjarstjórn samþykki að kaupa jólaskrauti á 10 ljósastjóra á árinu 2026 og vísa öðrum innkaupum á jólaskrauti til fjárhagsáætlanagerðar fyrir árið 2007. Ég ber þessa tillögu undir fundi til samþykktar, gefumerki sem samþykja það og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin á liði nummer 2. Deiliskipulag hreinsistöðvar í landi Vorsabæjar, deiliskipulagsbreyting vegna Þorlákshafnar línu og skipulags- og umhverfisnefnd leggur til að bæjarstjórn samþykkja að auglýsa deiliskipulagsbreytingu í samræmi við 1. málsgrein 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Orðið laust þennan lið. Engin hversu hljós. Þá legg ég upp tillögu að bæjarstjórn samþykki að auglýsa deiliskipulagsbreytingu í samræmi við 1. málsgrein 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010 og það gefur ekki sem samþykki þessa tillögu og hún er samþykkt samhljóða. Þá er það fundarlið nummer 4, Grásteinn, stækkun íbúðasvæðis, umsögn vegna aðalskipulagsbreytingar. En þar leggur skipulags- og umhverfisnefnd til að bæjarstjórn samþykki framlega tillögu að umsögn frá skipulagsfulltrúa sem umsögn Hveragerðisbæjar vegna aðalskipulagsbreytingar með breytingum vegna skólphreinsistöðvar. Orðið er laust þennan lið. Sigmar. Já, forseti. Það er náttúrulega í þessum lið erum við að fjalla skipulagsbreytingu í
öðru sveitafélagi, en það eru að minnsta kosti tvö atriði sem að mig langar aðeins að taka til umræðu hér og halda til haga, og mér sýnist nú að í umsögninni sem okkar skipulagsfulltrúi skilaði af sér í þessu máli þá sé nú alveg komið inn á þessi mál, en það sem að kannski, þetta er í rauninni tvennt sko. Annars vegar, það er náttúrulega verið að fjallum fjölgun íbúða á svæðinu sem að mér sýnist vera að fara úr 25 í 35, og ég held að sé mjög mikilvægt að við sem að erum í hagsmunagæslunni hérna í Hveragerði áttum okkur á því. Það er náttúrulega gildi í samningur rekstur grunninnviða í sveitarfélaginu gagnvart Ölfusi, en það er samt mikilvægt að við höldum okkar sjónarmiðum á lofti bara varðandi fjölgun íbúa, af því að þegar öll á botninn hvolft þá eru það við sem að komum til með að þjónusta íbúa á þessu svæði. Þannig að mér finnst að þessi uppbygging eigi öll að vera okkar forsendum, þó að þetta sé náttúrulega vissulega öðru sveitarfélagi. Og kannski er það þannig og þá er það bara heitt besta mál, en að minnstu kosti langaði mig til þess að minnast á þetta, og ég tók eftir því að það var aðeins komið inn á þetta í umsögninni. Og svo er hitt sem er kannski bara jafnvel öllu mikilvægara, að þetta svæði er náttúrulega eins og þið vitið í bakgarði Skólpreinsmannvirkis og Skólpreinsmannvirkis sem að fyrirhugað er að stækka. Þannig að ég held að það sé mjög mikilvægt líka að bæði sveitarfélagið Ölfus og verðandi íbúar gerir sér grein fyrir því að þarna er verið að fara að byggja upp enn frekar varðandi Skólpreinsmannvirki, og það er upplýsingar bara liggi fyrir mjög skýrt frá upphafi. Takk. Kæra þakk fyrir þetta, Sigmar. Dagný, gjörðu svo vel. Takk fyrir, forseti, og aðrir áheyrendur. Það er akkurat þetta sem að bæjarfulltrúi Sigmar kom hérna inn og sem okkur langaði í rauninni að bóka sérstaklega og við viljum bjóða ykkur að vera með í þeirri bókun ef að þessi er óskað, eða ef þið fallist á það. En ég ætla bara að lesa upp þá tillögu á bókun og svo kannski bara uppfærum orðalagi eftir hvort það er meirihluti eða öll bæjarstjórn. En meirihluti bæjarstjórnar leggur þá til svohljóðandi bókun. Á gefnu tilefni vill meirihluti bæjarstjórnar undirstrika mikilvægi þess að virkt samtal og samráð á milli sveitarfélagana er afar mikilvægt þegar varðar uppbyggingu byggðar í dreifbýli Ölfus, og þó einkum í þeim tilvikum sem gert er ráð fyrir veitingu lögbundinnar og umfangsmikillar þjónustu til íbúa í byggðum Ölfus á vegum Hveragerðisbæjar. Í þessu tilliti vill meirihluti bæjarstjórnar benda á að í fyrirliggjandi umsögn sveitarfélagsins Ölfus vegna auglýsingar nýs aðalskipulags Hveragerðisbæjar er sérstaklega komið inn á sjónarmið að þessu lútandi með hliðsjón af legu sveitarfélagana og vaxandi tengslum þeirra, og því að fyrirsjáanleg uppbygging beggja vegna sveitarfélagamarka kalli á sameiginlega sýn til lengri tíma, meðal annars hvað varðar burðargetu innviða. Meirihluti bæjarstjórnar tekur undir það sem þar kemur fram að líta ber á áframhaldandi uppbyggingu beggja sveitarfélaga sem gagnkvæmt tækifæri og grundvöll fyrir frekara samstarfi til framtíðar, og leggur áherslu á af sinni hálfu að tryggt verði í framtíðarverkefnum öflugt samtal og samráð Ölfusu Hveragerðisbæ á fyrri stigum skipulagsvinnum uppbyggingu byggðar í dreifbýli Ölfus sem sækir þjónustu til Hveragerðisbæjar. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, og við kannski bara opnum fyrir umræðu þetta síðan, en Njörður var næstur, gjörðu svo vel. Forseti, mér langaði koma hérna upp og einmitt að fjalla akkurat þessi atriði sem hafa verið nefnd hér, og það er svona áhrifin sem að uppbyggingin í Ölfusveit hefur á Hveragerðisbæ, og eins og Sigmar kom réttilega inn á að þá á sveitarfélag Ölfus í skólum bæjarins og tekur þátt í rekstri þeirra. En á öðru leyti tekur sveitarfélag ekki þátt í öðrum innviða verkefnum sveitarfélagsins sem að ég held að mætti alveg huga að. Það er ýmislegt sem hér er gert fyrir íbúa sem að íbúar í nágrenninu í Ölfusveit njóta auðvitað góðs af.
það má nefna bara ýmsar hátíðir sem bærinn stendur fyrir, íþróttafélagið. Ég veit ekki til þess að sveitafélag Ölfus styrki íþróttafélagi Hamar sérstaklega þó að það sé líka fyrir Ölfussveit. Þannig að það er ýmsa huga í þessu og ég hef bent á það hér áður að uppbyggingin í Ölfussveit, eða uppbyggingin í sveitafélaginu Ölfusi, hún hefur að mestu hluta eða stærstu hluta verið í Ölfussveit, hlutfallslega. Og þessir íbúar sækja auðvitað þjónustu hingað og líta á, leyfi ég mér að segja, Hveragerði sem sitt svona sveitafélag. Og maður heyrir til dæmis að fólki sem að þekkir og býr í Ölfussveit að þeim finnst alltaf skrítið að fara niður í Þorlákshöfn og þurfa að kjósa sem dæmi og það er oft einu skipti sem þessir aðilar fara í stjórnsýsluna sem er þar. En það er auðvitað ein lausn á þessu öllu saman og það er auðvitað sameina Ölfusið aftur eitt sveitafélag sem að ég hef talað fyrir og við okkar Hveragerði höfum mikinn áhuga á og það eru miklir hagsmunir fyrir íbúa Hveragerðis þar að við getum haft áhrif á okkar nær samfélag, til dæmis þetta sem við erum að ræða hér, uppbygginguna í Ölfusi og getum þá tekið tillit til innviða uppbyggingar hér í Hveragerði í leiðinni. Annað eru virkjanamálin sem að komu hér til tals á þessu kjörtímabili, þar sem að sveitafélagið Ölfus hafði í hyggju að setja virkjun hér í Ölfusdal sem er bara nokkrum metrum frá sveitafélagamörkum og nokkur 100 metrum frá byggðinni hér í Hveragerði. Og við mótmæltum því og vorum sameinuð því í bæjarstjórn sem er gott. En það er líka hagsmunir fyrir íbúa Ölfussveitar. Þeir hafa í raun og veru ekki mikið að segja þá þjónustu sem að þeir eru að fá hérðan frá Hveragerðisbæ. Það eru við hér sem að stjórna því og íbúa Hveragerði sem að velja fulltrúa til þess að stjórna því á 4 ára fresti. Það ger ekki íbúan í Ölfussveit. Vissulega veit ég að Ölfus á fulltrúa í skólanefnd, eða í fræðslunefndunum okkar, en þar eru ekki ákvarðanir teknar. Ákvarðanir rekstur skólamannvirkjana, uppbyggingu þeirra, það er ákvarðanir teknar í bæjarstjórn Hveragerðisbæjar og þessir íbúar í Ölfussveit, þeir hafi í rauninu ekki verið áhrif á það og það er lýðræðishalli í því. Þannig að íbúar í Ölfussveit ættu í rauninu verið að berjast fyrir því að þeir hefðu meiri áhrif á það og leiðin til þess að það er þetta verði að nýju eitt sveitafélag. Kæra þakki fyrir þetta Njörður og kannski þessu örlítið til viðbótar. Ég tek undir með þeim sem hafa komið hér upp undir þessum lið. Hér liður 9, það sem við ræðum á eftir frumvarp laga rýmiseignir og afnám undanþágu orkumannvirkja og fasteignamati. Það tengist auðvitað líka okkur hér sem sveitafélag. Að ef við tökum sér dæmi Hellisheiðarvirkjun, hún hefur hvað mest áhrif á okkur hér íbúa Hveragerðisbæjar en mun minna íbúa Ölfus en Hellisheiðarvirkjun er auðvitað í Ölfus. Og þar tekjur og fasteignagjöld af því orkumannvirki og fara auðvitað til Ölfus. En ég kannski, já, bókunin stendur og má bjóða minnihlutunum að vera með í því, já, bara mjög gott. Þá breytum við bókuninni bara út frá því að það er meiri hlutin sem að bókar þetta. Nei, afsakið, bæjarstjórn, ég ætla að segja það. Afsakið, já, þannig að þetta er bara bókun bæjarstjórnar og þá legg ég þessa bókun undir fundin til samþykktar og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin á lið númer 5, áskorun ungmennaráðs vegna sorptunnu, en skipulags- og umhverfisnefnd lagði til við bæjarstjórn að samþykkja að fela umhverfisfulltrúa í samráði við bæjarstjóra að fjölga sorptunnum. Orðið list þennan lið? Já, telma gjör svo vel. Forseti og aðrir áheyrendur. Ég vildi bara koma hérna upp bara til að í rauninni hrósa enn og aftur þessu ungmennaráði sem nú er komið á fót og þau eru bara svo sannarlega búin að sýna það með þessu einstaka ruslatunnumáli sínu að þau geta svo sannarlega haft áhrif. Þarna sáu þau sér bara eitthvað mál sem að þau leggja fram, það er búið að bregðast við því, það er búið að útbúa inn á Hveragerðis vefsíðunni okkar kortasjónni, þar er hægt að sjá yfirsýn yfir alla ruslatunnu bæjarins sem var ekki áður og þau
meina, þeirra að vinna skilað okkur bara, við erum að sjá að þetta unga fólk okkar getur vissulega haft áhrif hér í bænum okkar, þannig að bara stórt hrós og ég hvet þau til að bara halda áfram sinni góðu vinnu. Takk. Kæra þakki Telma, ég tek undir orð Telmu og bara hvetja önnur ungmenni til þess að láta sig málefni bæjarins varða og þetta skemmtileg vinna og við sendum bara ákall til fleiri ungmenna út í samfélaginu að láta til sín taka. En þá fleiri sem vilja koma upp undir þessum lið? Það ekki. Þá gerir það til minni að bæjarstjórn samþykkja að fela umhverfisfulltrúi í samráði við bæjarstjóra að fjölga sorptunum og gefa merkis að samþykkja þetta og það samþykkt samhljóða. En þá orðið laust fundargerðina að öðru leyti og engin hver sér hljós þá bið ég ykkur að gefa merki við til þess að staðfesta fundargerðina í heild sinni og hún staðfest. Þá erum við komin í lið nr. 6 fundargerð menningaratvinnu og markaðsnefndar frá 4. mars. Þar afgreiðum við sérstaklega lið nr. 2, 3, 4 og 5 og undir fundarlið 2 samningur vegna Hengils Ultra Trail og þar leggur menningaratvinnu og markaðsnefnd til við að bæjarstjórn samþykkja samninginn sem liggur hér undir málinu. Orðið laust þennan lið? Já, ég sá ekki hver var undan, ég Sigmar, gjör svo vel og svo Njörður undan, já, gjör svo vel, Njörður. Forseti, ég vil koma hér upp og bara fagna því að við séum að setja þetta samstarf í þennan búning, það er að segja að gera samning til lengri tíma þessa góðu hátíð sem er hér í bænum. Einhver sími að hringja hér og trufla mig. En þessi hátíð hafði verið þannig að skipuleggjandi hátíðarinnar hafði komið hér eða hlaupsins hafði komið hér árlega og þurft að ræða sérstaklega við bæinn fjárveitingar og annað. Þannig að þetta auðvitað miklu eðlilegri stjórnsýsla og faglegri að gera þetta svona og ég held að við getum öll verið sammála það að þetta setur Hveragerði allrækilega á kortið gagnvart tilteknum hópi sem hefur mikinn áhuga á svona utanvegarhlaupum og langhlaupum og vekur alveg mikla athygli, þannig að þetta bara því besta mál. Takk fyrir þetta Njörður, Sigmar, gjörðu svo vel. Já, forseti, ég ber samfélagslega skylda til þess að tjá mig þetta mál, þar sem ég hef mjög mikinn áhuga fyrir því sjálfur og ég held ég get alveg, ég tek undir minn yrði, það gott að ramma þetta vel inn, en á sama tíma segi ég að ég tel að samstarf Hvergilsbæjar og Hengil Ultra hefur alltaf verið mjög farsælt, hvort sem að það hefur verið niðurnjörvað eins og þarna eða einhvern veginn öðruvísi. Þannig að Hvergilsbæjar hefur ávallt staðið vel á bakvið þetta verkefni og hjálpa til og félagasamtök hér í bænum hafa notið góðs af og eins og í þessum samningi þá erum við með íþróttafélagið og við erum með skátafélagið og erum við ekki með hjálparsveitina líka jafnvel inn í þessu sem að tekur að sér afmörkuð verkefni í tengslu við hlaupið og þetta er að gefa samfélaginu okkar gríðarlega mikið og kemur okkur með til þess að hreyfa okkur sem jákvætt líka. Þannig að ég fagna þessu og fagna þessu áframhaldandi samstarfi við Hengil Ultra. Kæra þakk fyrir þetta Sigmar, nú bara að skrá sig í hlaupið allir saman, ég skora okkur all. Fleiri sem vilja koma upp undir þessum lið? Ef ekki þá legg ég upp tillögu að bæjarstjórn samþykki fyrirliggjandi samning við Tailwind EHF vegna Hengils Ultra utanvegarhlaupsins og að fela bæjarstjóra að undirrita samninginn fyrir hönd Hveragerðisbæjar. Og það gefur merki sem að samþykkið þessa tillögu og hún samþykkt samhljóða. Þá það fundarliður nr. 3, þjónustusamningur við Hestamannafélag Ljúf. Menningaratvinnu og markaðsnefnd lagði til við bæjarstjórn að samþykkja þjónustusamninginn með þeirri breytingu að inn í samninginn yrði sett ákvæði
tryggingar iðkenda og að viðauki yrði gerður við fjárhagsáætlun til ársins 2026. En eftir umfjöllun nefndarinnar kom í ljós að ekki er þörf á viðauka þar sem gert ráð fyrir kostnaði vegna reiðvega í fjárhagsáætlun. Ég var að hugsa að biðja Pétur að koma hérna aðeins upp og kynna minnisblað sem fylgir þessum lið og svo opna ég fyrirmælskrá undir þessum lið. Já, og seti bæjarfulltrúar og aðrir góðir tilheyrendur. Ég ætla aðeins að bara renna í gegnum minnisblað sem fylgir þessu máli og kemur inn á í raun og veru slysatryggingar fyrir börn og ungmenni. Þannig segir í minnisblaðinu, svo ég bara lesi það beint upp, að Hveragerðisbær hefur almennt lagt upp við að kaupa slysatryggingar fyrir börn og ungmenni sem eru skipulögðu frístundastarfi. Hveragerðisbær vinnur að því að fá tryggingaskilmála vegna slysatrygginga í starfsemi Hestamannafélagsins Ljúfs uppfærðar. Tryggingar bæjarins eiga ná til alls frístundastarfs óháð því hvort slíkt sé getið í samningi. Undirrituð mælir ekki með því, og þá erum við að tala bæjarréttara Steinunni Erlu Kolbusdóttur, undirrituð mælir ekki með því á þessum tímapunkti að ákvæði slysatryggingu verði færð inn í þjónustusamning á meðan tryggingaskilmálar hafa ekki hlotið uppfærslu. Það hefur engin áhrif á gildi slysatrygginga gagnvart iðkendur frístundastarfsins hvort getið slysatryggingar í þjónustusamningi. Þannig að það og yfirstendur núna að vinna þar sem verið einfallega að færa þetta inn í okkar samninga við tryggingafélagið og á meðan að við fáum úr því skorið að þá erum við ekki að fela þetta sérstaklega inn í þjónustusamningin en að sjálfsögðu vinnum við að því að klára þetta þannig að þetta nái yfir þessa starfsemi líka. Þannig að, já, takk fyrir. Takk fyrir þetta Pétur og þá orðið list þennan lið fundargerðarinnar. Engin hversu hljós, þá byrja hér upp tillögu að bæjarstjórn samþykki fyrirliggjandi drög að þjónustusamningi við Hestamannafélag Ljúf án ákvæðis tryggingar. Þið gefur merki sem samþykki þetta og það samþykkt samhliða. Þá það fundarlið með 4 reglur útnefningu heiðursborgara Hveragerðisbæjar. Menningaratvinna og markaðsnefnd lagði til við bæjarstjórn samþykkti reglurnar sem að fylgja með fundargagnunum. Orðið list þann lið. Þá kannski bara fæ ég að taka aðeins til máls hér. Hérna að ræða mjög skemmtilega lið þar sem við að taka fyrir og gera reglur svo hægt sé að útnefna heiðursborgara Hveragerðisbæjar. Þetta einstaklega skemmtilegt verkefni finnst mér og það gefur okkur tækifæri til þess að borga tilbaka þeim sem hefur lagt að mörkum í mörg ár til samfélagsins og til hvergeringa að það sé hægt að veita tilbaka með svona heiðursviðurkenningu sem mér þykir einstaklega fallegt, þannig að ég bara fagna þessu innilega. En það engin annar sem vill taka til máls undir þessum lið og þá byrja upp tillögu að bæjarstjórn samþykki reglur útnefningu heiðursborgara Hveragerðisbæjar. Við gefum merki sem samþykki það og það samþykkt samhliða. Þá erum við komin í fundarlið nr. 5, breyting á sumaropnun Sundlaugina Laugaskarði. En þar leggur menningaratvinna og markaðsnefnd til að bæjarstjórn samþykkir breytingu á sumaropnunartíma í Sundlauginni Laugaskarði þannig að sundlaugin verði opnuð virka daga frá 6:30 í stað 6:45 og orðið laust þennan lið. Ekki Jóhanna? Nei. Herði þá bara byrja upp þess að tillögum að bæjarstjórn samþykki breytingun á sumaropnunartíma Sundlaugina Laugaskarði þannig að sundlaugin verði opnuð virka daga kl. 6:30 og þeir gefa merki sem samþykja þetta og það samþykkt. En þá orðið laust fundargerðina að öðru leyti. Engin hvað þessi hljós og þá byrði ég ykkur að gefa merkið að staðfesta fundargerðina í heild sinni og hún staðfest. En þá það fundargerð bæjarráðs frá 5. mars og þar afgreiðum við liðið sérstaklega númer 3, 5, 6 og 11
Fundarlið nr. 3, það er viljayfirlýsing vegna uppbyggingar á námsmannaíbúðum í Hveragerði. Og þar leggur bæjarráð til við bæjarstjórn að samþykkja viljayfirlýsinguna með gildistíma til 2 ára. Orðið laust þennan lið. Njörður, gjörðu svo vel. Forseti, hér langar mig að koma upp og bara fagna þessu ótrúlega góða máli og aðeins fara yfir sögu þess líka, þó hún sé nú ekki mjög löng. Í húsnæðisáætlun Hveragerðisbæjar sem var lögð fram í bæjarstjórn 10. febrúar 2022, sem var síðasta húsnæðisáætlun þáverandi meirihluta Sjálfstæðisflokksins, að þar var ekki að finna markmið uppbyggingu námsmanna íbúða. Mér langar að lesa hérna 2 setningar upp úr þeirri áætlun eins og það var orðað námsmanna íbúðunar. Og þetta er í húsnæðisáætlun 2022. Þar sagði: í sveitafélaginu er ekki hefð fyrir húsnæði fyrir námsmenn og ekkert slíkt húsnæði til staðar. Af þeirri ástæður engin eftirspurn eftir leiguhúsnæði fyrir námsmenn í Hveragerði. Og þetta fannst mér á sínum tíma ótrúlega metnaðarlaus áætlun varðandi uppbyggingu eða stefna varðandi uppbyggingu námsmanna íbúða sem ég benti meirihlutanum þá á. Og í fyrstu húsnæðisáætlun sem núverandi meirihluti gerði og var samþykkt 9. febrúar 2023 að þá settum við skýr markmið uppbyggingu námsmanna íbúða. Settum það í raun og veru á dagskrá. Og í lok þess sama árs barst svo bréf frá Byggingafélagi námsmanna þar sem að þeir óskuðu eftir viðræðum við Hveragerðisbæ lóðir undir námsmanna íbúðir. Þannig að með því að setja þetta mál á dagskrá og vinna svo að því að þá höfum við náð þeim árangri sem við erum komin hér í dag. Í kjölfar erindis Byggingafélags námsmanna að þá var farið í að ræða við félagið og skoða hvaða lóðir væru lausar og myndu henta undir slíka íbúðir hér í Hveragerði. Og úr varð að fara í deiluskipulagsvinnu á reit við Gróðurmörk og það er núna stefnt að uppbyggingu á 24 námsmanna íbúðum eins og kemur fram í þessari viljayfirlýsingu. Og við reiknum með að þessi deiliskipulagslýsing muni fara í auglýsingu á næstu vikum eftir afgreiðslu skipulags- og umhverfisnefnd og svo síðar í bæjarstjórn. Þannig að hér sjáum við skýrt hvað þann árangur sem við getum náð með því að setja stefnu á að byggja upp slíkar íbúðir. Og mér langar bara að óska meirihlutanum til hamingju með að hafa verið svo framsýn og hafa ákveðið að stíga þetta skref sem er mjög gott. Takk fyrir þetta, Njörður. Jóhanna, gjörðu svo vel. Forseti, já, ég tek hjartanlega undir með nyrðivinum mínum hversu frábært mál þetta er og mig langar til að leggja hérna fram bókun frá meirihlutanum. Uppbygging stúdentaíbúða í Hveragerði eru mikil tímamót í húsnæðisuppbyggingu bæjarins og marka tímamót í vegferð þessa kjörtímabils að auka við fjölbreytni og framboð á húsnæðismarkaði á svæðinu. Það er til marks gæði og vöxt bæjarins að Byggingafélag námsmanna líti til Hveragerðis sem vettvangs fyrir uppbyggingu fyrstu námsmanna íbúðuna utan höfuðborgarsvæðisins. Meirihluti okkar Hveragerðis og Framsóknar setti sér skýr markmið í upphafi kjörtímabils að tryggja fjölbreytt búsetuúrræði í Hveragerði, þar með talið að stuðla að framboði að leiguhúsnæði gegnum íbúðafélög sem rekin eru án hagnaðarsjónarmiða.
Meirihlutinn setti einnig fram uppbyggingu námsmanna íbúða inn í sína fyrstu húsnæðisáætlun. Án efa mun tilkoma námsmanna íbúða hafa jákvæð heildar áhrif á sveitarfélagið. Og undir þetta skrifar allur meirihlutinn. Það er bara nafna. Takk. Takk fyrir þetta. En ég legg þá hér fram tillögu að bæjarstjórn samþykki viljayfirlýsinguna. Þið gefum merki sem að samþykkja viljayfirlýsinguna og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin á fundarlið nr. 5, samningur uppbyggingu á Árhólmasvæðinu. En þar legði bæjarráð til við bæjarstjórn að samþykkja beiðni Reykjadalsfélagsins EHF breytingu á uppbyggingarsamningi. Orðið listum þennan lið fundargerðarinnar. Engin hversi ljós, þá ber ég upp tillögu að bæjarstjórn samþykki fyrirliggjandi viðauka við uppbyggingarsamning og feli bæjarstjóra að undirrita viðaukann fyrir hönd Hvergisbæjar. Þið gefum merki sem samþykki þetta og það er samþykkt samhljóða. Þá er það fundarlið nr. 6 ráðgjöf vegna útboðs á úrgangsþjónustu fyrir Hvergisbæ. En hér leggur bæjarráð til við bæjarstjórn að taka tilboði Eflu HF í ráðgjöf og umsjón útboðs á úrgangsþjónustu fyrir Hvergisbæ og að fela bæjarstjóra að ganga til samninga á grundvelli tilboðsins. Orðið listum þennan lið. Engin hversi ljós. Þá ber ég hérna upp tillögu að bæjarstjórn samþykki að taka tilboð Eflu HF í ráðgjöf og umsjón útboðs á úrgangsþjónustu fyrir Hvergisbæ og að fela bæjarstjóra að ganga til samninga á grundvelli tilboðsins. Þið gefum merki sem samþykja þetta og það er samþykkt. Þá er það 11. fundarliður í þessari fundargerð en þar er leigusamningur fasteignafélags Hvergeris EHF og Hvergisbæjar. En þar leggur bæjarráð til að bæjarstjórn samþykki leigusamninginn skólamark 2B og að fela bæjarstjóra að undirrita samninginn fyrir hönd Hvergisbæjar. Orðið list þennan fundarlið. Engin hversi ljós, en þá ber ég hér upp tillögu að bæjarstjórn samþykki leigusamninginn skólamark 2B og að fela bæjarstjóra að undirrita samninginn fyrir hönd Hvergisbæjar og það er samþykkt. En þá er það fundargerðin að öðru leyti til umfjöllunar og ég opna fyrir mælda skrá. Engin hversu ljós, þá ber ég fundargerðina undir fundi til staðfestingar og gefa merki sem staðfestið og það er staðfest. Þá erum við komin í 8. lið, breytingar og samþykkt Sorpstöðvar Suðurlands BS og þetta er seinni umræða. En á auka aðalfundi Sorpstöðvar Suðurlands BS þann 16. janúar 2026 var samþykkt tillaga að breyting á samþykktu byggðasamlagsins samanber fundarlið 5A og henni vísað til staðfestingar sveitarstjórna aðalda sveitarfélaga. Málið var tekið til fyrri umræðu á bæjarstjórnarfundi þann 12. febrúar síðastliðinn þar sem bæjarstjórn samþykkti tillögu breytingar á samþykktum Sorpstöðvar Suðurlands BS og vísaði málinu til síðari umræðu. En orðið laust þennan fundarlið og engin hversi ljós, en þá ber hér upp tillögu að bæjarstjórn samþykki breytingar á samþykktum Sorpstöðvar Suðurlands BS í samræmi við fyrirliggjandi gögn. Gefum merki sem samþykki það og það er samþykkt. Þá erum við komin hér að 9. lið og jafnframt þeim síðasta. En þar er frumvarp til laga rýmiseignir og afnáma undanþágu orkumannvirkja frá fasteignamati. En málið var tekið fyrir í bæjarráði þann 5. mars 2026 þar sem bæjarráð samþykkti samhljóða að fela bæjarstjóra að skila umsögn frumvarpi þar sem að vakin athygli á hagsmunum Hvergisbæjar. En bæjarstjóri skilaði umsögninni í samráðsgátt stjórnvalda sem er lögð fyrir bæjarstjóra til kynningar. Og orðið laust þennan fundarlið, Njörður, gjör svo vel. Forseti, mér langar að taka undir og þá umsögn sem að bæjarstjóri ritaði hér og skrifaði hér í samráðsgátt sem að held ég að fari mjög vel yfir þau sjónarmið sem að við höfum hér hjá Hveragerðisbæ í málinu. Mér langar samt sem áður að bæta aðeins við þó að ég sé ekki óska eftir því að það fari inn í slíka umsögn en þetta er eitthvað til þess að hafa í huga og það er kannski svolítið í sömu átt og Sigmar sagði hér í upphafi þegar vorum að ræða hérna uppbyggingu í nágrenni Hveragerðisbæjar í Ölfusi og það er eins og til dæmis varðandi orkumannvirki og við vitum að við höfum orðið fyrir nokkrum áhrifum að Hellisheiðarvirkjun og þau eru ýmis sem við höfum rakið hér áður og ég
myndi vilja að lagaverki væri þannig að þegar verið að byggja upp slíka starfsemi að þá hafi þeir íbúar sem að verða fyrir mestum áhrifum í raun og veru úrslita vald hvort að slík starfsemi fari upp. Og það svolítið galin staða í dag að eins og við erum hér í að við erum sérstakt sveitafélag og uppbyggingin á orkumannvirkjum fer fram í sveitafélaginu Ölfusi og áhrifin mest á okkur og við höfum ekkert það að segja. Þannig að ef að það væri einhver sanngirni í lagarammanum að þá ættu við að hafa allt það að segja hvað byggist upp hér í nágrenni við okkur og hvernig það Þó að ég fagni því auðvitað ef að það yrði þannig að það kæmi einhverjar tekjur inn af slíkum mannvirkjum til nágranna aðila þar sem áhrifin eru mest. En eins og ég segi, tek heilshugar undir þessa umsögn sem mjög góð. Mér langar bara að varpa þessu hérna fram til umhugsunar og umræðu. Takk fyrir þetta, Njörður Friðrik Sól. Forseti, mér langar að taka undir með Nýrði og einnig undir þetta minnisblað eða þessa umsögn Hveragerðisbæjar sem að Pétur bæjarstjóri leggur hér fram. Þetta auðvitað búið að vera mál sem við höfum rætt í bæjarstjórn í mörg ár þetta áhrifasvæði og hvernig þetta hefur áhrif á okkur Hveragerðinga, bæði loftgæði og svo þetta jarðhræringar sem verða af völdum þessara virkjana. Mér langar að leggja það til hérna við bæjarstjórn að Hveragerðisbær gerist aðilega samtökum orkusveitafélaga og geti þá beitt rödd okkar þar inni til þess að koma okkar umsögnum og okkar rödd á framfæri við þau sveitafélög sem að eiga aðild að þessum samtökum. Því að við erum virkilega orkumikið sveitafélag, við erum hér með gufuveitu og hitaveitu og mér þykir bara réttast að Hveragerðisbær eigi jafnframt sæti þar við borðið. Þannig að spurning hvort að við tækjum þá fundarhlé til þess að móta tillögu þess efnis og hvort að bæjarstjórn sé þá samlað þessu. Kærar þakkir fyrir þetta, Friðrik. Við tökum fundarhlé klukkan 17:42. Hverjar eru kríteríur?
Þá hefjum við leika á ný og ég með bókun hér að bæjarstjóra að kanna möguleika á hvort Hveragerðisbær geti fengið aðild að samtökum orkusveitafélaga. Og ég legg þetta undir fundi til, nei, ég ætla ekki að gera það, þetta bara bókun. Já, ok, mjög gott. Og ég legg þessa bókun undir fundi til samþykktar. Og það samþykkt. Já, en svo eigum við eftir að afgræða hér, afsakið mig, þetta fundarhlið settum við eitthvað út af laginu, en sem sagt, já, það sem ekki fleira ákveðið til hljóð undir þessum fundarleg og það sem umsögn Hveragerðisbæjar var lögð fram til kynningar fyrir bæjarstjórn, að þá bara dagskrá fundarins tæmt og við slítum útsendingu.